stöðu safna á hverju sviði að vera leiðandi í þeim efnum og lítil söfn út land sem að kannski að geyma miklar perlur, ég nefni bara Siglufjörð sem dæmi, að þau hafa ekki það afl sem að listasafni getur haft til forystu í því að koma þessum verkum á stafrænt form og auðvelda aðgengi allra að þeim. En ég vil nefna að það skiptir líka verulega miklu máli að við gleymum ekki því sem við vorum líka að tala áðan, sem aðgengið að listasöfnunum, að standa fyrir framan verkið sjálft. Það gott að nálgast á netinu, en við verðum líka að tryggja gott aðgengi inn á söfnunum og kannski sérstaklega fyrir skólan, þannig að fólk læri að fara á söfn og njóta þess sem þar boðið. Já, þakka fyrir það. Smári, veistu til að þetta rest? Já, takk. Ég búinn að finna þessi tölur og niðurstaðan svo að þetta 1/3 af því sem fyrir til Þjóðleikhússins og 1/10 af því sem fyrir til Biskupsstofu. Þegar maður horfir á þetta svona, ég get nálgast þessu upplýsingar tiltölulega hratt, en ég get ekki nálgast með jafn auðveldum hætti hvaða listir eru til hérna á Íslandi. Ég fer mjög sjaldan í listasafn Íslands, ég skal alveg segja það, ég vil sennilega fara tvisvar í hildinni, ég fer oftar í listasafn Reykjavíkur. En árið 2005 þá tók ég þátt verkefni út í Vestmannaeyjum að búa til menningarsögu gagnagrunn og núna það 4.000 greinar, 26.000 ljósmyndir, mikið til unnið í samvinnu við ljósmyndasafn Vestmannaeyja. Stærsta og flóknasta málið í því að búa til þann gagnagrunn var að hafa upp á höfundaréttshöfum, að finna út hver ætti réttinn svo við gætum fengið að setja myndina á netið. Það ekki alveg rétt hjá Margrét að ég sé á móti höfundarétti. Við Píratar erum einmitt mjög fylgjandi höfundarétti, en við erum á því að það þurfa nútímavæða höfundarétt, að aðlagan að breyttum aðstæðum í samfélaginu og ekki alltaf að hallast undir þeim kröfum sem hafa verið gerðar frá milliliðunum sem hafa verið að nýta sér veika samningsstöðu listamanna í núna rúmlega 100 ár. Stóra vandamálið fyrir flest listamenn ekki hugverkaþjófnaður. Það bara ekki satt. Stóra vandamálið fyrir flest listamenn enginn veit hverjir þeir eru. Hvað þeir hafa gert, hvenær þeir hafa gert það, hvernig hægt að nálgast það. Það sem við þurfum að gera að við tölum fyrir því að stytta höfundarétt og það að hluta til þess að bæta samningsstöðu listamanna. En við viljum líka að verk séu skrásett þannig að það sé hægt að hafa upp á listamanninum, að það sé hægt að finna út hver á skil að fá borgað og einmitt með því sama að það sé hægt að kynna verkin á netinu og bara almennt að auka aðgengi almennings að þeim listum sem eru til. Þannig að þetta svona nokkur einn það sem við erum að gefa í þessum efnum. Já, takk fyrir það Smári og þá vil ég byrja með Kolka ljúka þessu málaflokki. Já, það bara margar spurningar rúmast inn í þessa verku. Hvað stefnum hafa þið? Svo til ég að taka, já. Hvað íslensku samtímalist og miðlun á myndlistarfinu. Það sem við tölum áðan var alltaf þetta með að þetta ljúka við að vefur listasafni Íslands sem kæmi öllum skólum til góða og sjálfur sér erum við ekki búin að móta fasta stefnu í þessu, við erum humanistar, en við erum eins og bara mjög jákvæð á öllu sem tengist sköpun og list. Við til dæmis mikið frekar að peningum sé veitt í þetta heldur en í virkjanir sem eyðileggja náttúru og skila okkur ásölu. Þannig að ég láti það bara fyrir málið. Já, takk fyrir það. Þá erum við komið með, við sjáum að þetta ansi fjölbreyttur málaflokkur. Menn eru nokkuð með sammála það að þurfi að fara að leggja vinnu í það að greina vandann og leysa hann bæði til menningarlegrar eflingar á Íslandi fyrir skólakerfi, fyrir aðgengi að upplýsingum og fleira. Og það eru margar hugmyndir komnir hérna hvernig hægt að gera það. Sumir vilja beina þessu til stofnana og þær vinna málin, aðrir vilja skoða þetta í heildar lagasetningu og í að taka upp kannski eldri lög sem sumir finnst ástæða til þess að breyta. Þannig að við erum með mjög fjölbreyttar áherslur í þessu. Þannig líka greinilega þörf á peningum eins og í marga aðra flokka. Sumir nefna það að þurfi að koma inn leggja aukna vinnu og skoðun á þessu mál. Þannig að þetta verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessu þegar að menn eru farnir að vinna að þessu málaflokki sem er mjög knýjandi og hefur verið það
talsverða tíð að vernda, skrá og efla aðgengi að þessum arfi. En þá ætla ég aðeins að svindla á fundastöndum. Ég ætla að sameina síðustu 2 spurningar. Við erum orðið dálítið knöpp í tíma og við viljum gefa áhorfendum færi á að spyrja og við viljum líka gefa ykkur færi á að tjá okkur meirum mál. Þannig að síðustu 2 spurningarnar sem annars vegar eru almennu skilningur á mikilvægi myndlistar fyrir samfélagið í heild. Þrátt fyrir það er litlu fjármagni varið í uppbyggingu myndlistarstarfs og sárafáir listamenn geta haft viðurværi listsinni. Hin spurningu fjallar möguleikana að nýta skattakerfið og uppbyggilegan hátt til þess að efla liststarf og starfsumhverfi listamanna og sumir hafa þegar komið inn á þessa spurningu áður. Þannig að nú í raun og veru, hver er ykkar stefna til að efla starfsskilyrði þeirra sem starfa við myndlist og stuðla þannig að eflingu listsköpunar á Íslandi og skattarnir falla þar undir. Og ég ætla að biðja, í þessu máli ætla ég að biðja Friðrik að hefja umræðu. Atlason. Í sambandi við fyrirspurningunum efla starfsskilyrðin, þá teljum við í regnboganum að það eigi að efla listamanna launakerfið og hugsanlega endurskoða það eitthvað. Nú á okkar stefnuskrá er að auka veg einyrkja og smárra fyrirtækja og með því snýr skattlagningu hugsanlega minnka tryggingagjald og annað slíkt. Og einhvern veginn myndi ég búast við því að myndlistarmenn myndi hafa hag af því. Nú í sambandi við seinni spurninguna þá eru þessi talum eins og Vilhjálmur talaði afsláttur vegna gjafa til safna og annað slíkt er vel innan okkar stefnu. Nú það er þetta minnka skatta myndlistarvörur, þannig það er núna einhverjum lúxusvöruflokki var ég að heyra. Svona kannski að lokum bara að almennt séð þá er alltaf listin sjálfsborinn og sjálfsbrottinn og aukin íhlutun stjórnvalda þarf kannski ekki að vera það besta sem er fyrir listina. Ríkisvaldið mun aldrei drepa hana, hvort sem hún eykur miklum peningum í það eða taka alla peninga út. Þannig að sé bara áfram listin. Já, takk fyrir það Friðrik og þá vil ég biðja Áslaugu að fara næstu þetta. Já, takk fyrir það. Ég held að sé best að hafa bæði, ég held að sé best að hafa opinberar stofnanir að því Friðrik búin að tala um þetta. Og í svona, ekki skugga þeirra, eftir í skjóli þeirra, verði til enda kröftugra líf og verði til enda kröftugra svona frumsköpun vegna þess að hitti til staðar, til styrki hvort annað. Annars langar mér bara að fara stuttlega í þetta sko. Ég velti fyrir mér og myndlistarlaunin eru sett vegna þess að það er talið að myndlistin hafi hlotið rýrari skerf en aðrir þættir. Það er tilur lagana. Þannig að það er verið þar að festa fjármagn betur til nákvæmlega þessara listgreinar. Og þetta styðjum við og stundum. Og hvað annað varðar þá finnst mér gaman að nefna. Ég held að samstarf getur skipt verulegu máli og ég bara sé það sjálf. Til dæmis í vinnunni á Reykjavík að við höfum í samstarfi við Nýsköpunarsjóði komið verkefnum af stað og í gang þar sem eru bara fjári skemmtileg. Og þar sem að listir eru alveg að fá í rauninni, þeir eru að fá styrk, þeir eru að fá nýsköpunarstyrki sem ég finnst bara mjög skemmtilegt af því þetta þurfti svolítið að kalla á að þetta gerðist ekki að sjálfum sér og maður velti þá fyrir sér þú veist, myndlistin orðin eitthvað einangruð á hún að vera einhvern veginn öðruvísi en það er eitthvað sem fólk er auðvitað sjálft að bara spyrja sig og það sjálft muni þróa það með sér sko að bara með skattaspurninguna þeir ekki vera að fara að taka á landinu. En þá höfum við ekki sérstakar tillögur það og kannski stefnuskrá að vera með neina skatta ívilnanir, sérstaklega út af nákvæmlega myndlist. En við viljum lækka skatta og við viljum reyna að vinna fyrir að auka ráðstöfunarfé fyrir fólks. Við borgum núna rúmar 50% af okkar tekjum í skatt og gjöld og við höldum að það setja mikið sem vinna að rynka á það álag. Takk fyrir það og þá ætla ég að biðja Smára að koma næst í þessa spurningu. Já, takk. Já,
náttúrulega efling starfskilyrði það gerist ekki í tómarúmi, það rosalega margt sem þarf að gerast. Við trúum ekki á að fara í einhvers konar sérskatti ívilnanir fyrir ákveðna hópa, það einmitt þessi svona forréttindamarkaðir sem hafa orðið til í gegnum alls konar tilfærslur fyrir ákveðna hópa sem hafa skapað mikið af þeim vandamálum sem eru til í dag. Það sem við ættum aftur á móti gera að endurskoða þau forréttindakerfi sem eru til, þar með talið höfundaréttinn og endurskoða hann. En síðan annað sem alveg rosalegt tækifæri í sem enginn hefur talað fyrir að mér veitandi nema við, bara hreinlega stytting vinnutímans. Það búið að sjá frá það, við erum að vinna miklu meira að jafnaði heldur en öll löndin sem við berum okkur saman við og framleiðnin á Íslandi mjög minni fyrir vikið. Það má stytta vinnutíman niður í 6 tíma á dag það mun leiða af sér bara beina framleiðsluaukningu og þá hefur fólk meiri tíma til þess að vinna í listsköpun sem hobby og líka þetta líka rýmkar fyrir þá sem eru í svona hlutastarfi sem listamenn. Þannig að þetta bara mjög vel rannsakaður möguleiki. Jafnvel 6 tímar auðvitað ekki næg stytting en þetta nógu bili. Þannig að takk. Já, takk fyrir það Smári. Ég ætla þá Vigdís að taka næst á þessu máli. Ég ætla að sleppa því að svara skattaspurningunum því til að það hafi verið komið hér fram hjá mér áður. Sko, það sem að snýr að þessum þætti, spurningu 5, þá tel ég að listamenn og frumkvöðlar og þeir sem stunda nýsköpun séu á svipuðum stað því að það þessi frjóa hugsun og akkurat það sem fæðist út úr þessum persónum sem hafa þessa hæfileika. Þess vegna tel ég að sko, listamenn og frumkvöðlar eiga ekki að vera fastir í einhverjum pappírsfasa, vera að hlaupa á milli staða með einhverjum umsóknir til þess að sækja styrki og sérstaklega ekki verkefnastyrki því að ég tel að hinn frjóa hugsun nýtist ekki sem best, þá þetta kannski orðið meira eins og svona arkitektur að búa til einhverja listin í eitthvað ákveðið form. Þannig að varðandi þessi listamannalaun þá hefur Framsóknarflokkurinn myndað sér skýra stefnu varðandi það að sem flestir geti séð fyrir sér af sinni eigin list og geti séð sér farborða, það draumasýnin. En nýlega þá var flokksþing og til dæmis varðandi þessi heiðurslaun listamanna, við teljum að þau séu úrelt vegna þess að þeir sem eru komnir á þau laun hafa nú þegar sýnt sig og sannað í samfélaginu sem listamenn, rithöfundar eða slíkt og við teljum að það eigi að leggja þau niður í núverandi mynd og það fjármagn sem sparast með því verði notað í sérstök starfslaun fyrir unga og uppröndi listamenn. Ég tel að þetta veri ágætis byrjunarskref til þess að efla hér akkurat stigið þar sem allt að gerast á. Það unga fólkið okkar í listinni sem á annar staðar. Takk fyrir það. Þá ætla ég að biðja Álfheiði að taka á þessu máli. Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja á því að nefna bara varðandi skattamálin að við erum alveg tilbúin til þess að skoða hugmyndir að veita skattaafslátt vegna gjafa til safnaútgáfu og fjárhagslegs stuðnings til rannsókna eins og þarna nefnt. En ég held að við erum ekki sérstaklega hlynnt sértækum undanþágum fyrir einstaka greinar í þessum efnum, en eins og hér hefur verið bent á að þá eru alls konar ívilnanir uppi gagnvart byggingargjaldi til að mynda fyrir lítil fyrirtæki, frumkvöðla og nýsköpun. En ég vil að segja að varðandi lifibrauðið og listamenn almennt að þá hefur staðan gerbreyst. Það er sóknarfæri finnst mér fyrir menningarlífið í landinu og þá sem að stunda listsköpun eftir að sýnt var fram á hversu stór hluti skapandi greina í okkar samfélagi. Þetta eitthvað annar sem að við Vinstri græn vorum alltaf að tala fyrir og kemur í ljós að það 189 milljarðar á árinu veltan á árinu 2009 sem jafn mikið og öll álverin hér veltan sem að allir trúa á og tala fyrir og boða í að koma ennþá í hvert form. Myndlistalögin nýju sýna auðvitað þá áherslu sem að þessi ríkisstjórn og minn ráðherra Katrín Jakobsdóttir hefur lagt á þennan málaflokk. Og ég vil líka nefna myndlistarsjóðinn sem að koma til sögunar í fyrsta skipti. 45 milljónir af fjárfestingaáætluninni sem veiðigjaldi sem að Skúli nefndi hér áðan
og það verður bráðlega auðvist eftir umsóknum í hann í fyrsta sinn. Það hefur líka verið fjölga mánuðum í listamannalaununum þriðjung, 33%, og það er nokkuð sem að við auðvitað styðjum líka. Og ég get tekið undir í reynd kröfur að listamannalaun nái þessu reiknaða endurgjaldi skattstjóra sem að oft hefur verið rætt en eins og ég segi það bara forgangsraða á fjárlögum í þágu lista og menningar og það verður gert sem best á grunni svona menningarstefnu eins og við höfum hér verið að ræða. Já, takk fyrir það. Þá ætlum ég að biðja Friðrik Rafnsson að taka þessar spurningum. Já, ég held að hér er náttúrulega eðli málsins samkvæmt verið mikið verið að tala svona peningamál og treysta út úr frambjóðendum svona lofa það. Ég held að við Bjartri í framtíð viljum ekki vera að lofa upp í neina hermar eða skólar. En það sem getur kannski mestu máli er að listrænt gildi menningarlista er aðverða peningagildi. Umræðar oft til dæmis umræðan kringum skapandi greinar, það er einhvern veginn gengur allt út á þetta borgi sig út að sé hagkvæmt og allt það. Auðvitað er það eðlilegt í þeirri hagsmunabaráttu sem við gangi, en við verðum að hugsa örlítið herrastöðum. Og hvað var myndlistina, þá má nefna að ég þýddi bók í haust sem heitir Korti á landi eftir franska hönd sem Michel Houellebecq, og þar er aðalpersónan myndlistarmaður. Og hann sagði bara blákalt, og það kemur frá í bókinni, að hann sagði að myndlistin er listgrein 21. aldarinnar. Ég er algjörlega sammála, þá er ég komin bókmenntaáttinu. Og þess vegna þarf að styðja hana, að sjálfsögðu með ráð og dáð, efla hlut myndlistamanna á fjárlögum og veita þannig skattaafslátt sem hægt er, þeim sem að vilja gera það. Lenda þó ekki í Björgólfspíktum sem við lendum í hérna fyrir nokkur ár síðan, þar sem að sponsorarnir eru að skreita sig með menningu, heldur að raunverulegir menningarsinnar, fólk sem er aflöfært, gera það á vegstæðan hátt. Já, takk fyrir það og Skúli. Já, nú til viðbótar því sem ég hafði nefnt hér áðan, þá myndi ég vilja leggja einu umræðu varðandi starfsskilyrði listamanna að forgangsatriði í orkujafnaðarmálum í Samfylkingunni væri að auka framlögin í þann nýja myndlistarsjóð. Það, eins og Álfheiður kom inn á, 45 milljónir koma inn í hann í fyrsta umgangi núna eftir samþykkt lagana síðastliðið sumar. Og í öðru lagi Kynningarmiðstöð myndlistarinnar þarf að fá öflugan stuðning á komandi árum. Hún er komin á legg og mikilvægt að hún verði styrkt eins og reyndar Kynningarmiðstöð listgreinana yfir höfuð. Varðandi skattamáli, þá kannski tvennt sem ég myndi vilja nefna. Í fyrsta lagi að við förum í gegnum skattumhverfið myndlistarinnar og skoðum að hvaða leyti er meðferð, skattaleg meðferð myndlistamanna frábrugðin sem gerist á Norðurlöndum. Það hefur verið bent á það með þessi skýrslum skapandi greinar að varðandi virðisaukaskattinn það sé pottur brotinn. Það er hlutur sem ég tel að við ættum að skoða og sömuleiðis annað mikið réttlætismál sem að tengist skattalegri meðferð á leigu á hugverkum. Og þetta er enda mál sem voru með til skoðunar í efnahags- og viðskiptanefnd núna á loka mánuðum þingsins. Þá kom inn tillaga það að hugverkaréttindi tónlistarmanna eru skattlögð eins og fjármagnstekjur og í raun og veru leigutekjur. En við lögðum á það áherslu að það væri ekki verjandi að slík breyting færi í gegn nema eitt gengi þá yfir alla lífsgreinar. Og það er hlutur sem við viljum gera og skoða hvort að við getum ekki gert þá breytingu að þegar að myndlistamenn, tónlistamenn og aðrir sem eru að leigja afnot af sínum hugverkum, fá tekjur í aðra hönd, þá verður þær tekjur skattlagðar eins og leigutekjur var að ræða, 20% skattur en ekki tekjuskattur. Ég held að þetta getur skipt mjög miklu máli upp á starfsumhverfi listamanna í framtíðinni. Já, takk fyrir það, Skúli. Og Melkorka, ertu til að tala um þetta? Já, það heldur ekki auðvelt mál margt af þessu í þessum geira. Ég leysir ekki málefni allar listamanna bara 1, 2 og 3 held ég. En hins vegar held ég þurfum að gera bara hafa þetta eins fjölbreytt og frjótt og við getum. Ég held að við myndum ekki útiloka til dæmis skattaívilnanir. Ég held að bara
ríki, borg, sveitarfélög og listamenn og almenningur, við þurfum bara öll að vera vakandi fyrir því hvernig hægt er að hafa þetta sem mest fjölbreytt og skapandi, og þá er allavega mjög gott að fá það tillögur frá listamönnum, og ég held sem sagt að allavega á einhverju leyti var hægt að nota skappa í Valdimar. Ég ætla einhver fleiri ráð, en það þarf að leggjast betur yfir þetta og við höfum ekki gert það ennþá. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Og Margrét? Já, hvað varðar skattalegu ívilnunina, þá erum við nú með þetta atriði til skoðunar í okkar menningarstefnu, eða að það skuli skoða að veita fyrirtækjum sem styðja við menningarstarfsemi skattafslátt, þannig því nú fljótsvara. En ég vil taka undir með Friðriki með Björgúlspyttina, því að það er eitthvað sem við ættum í raun og veru að passa okkur á að verði alltaf hérna aftur, að vegna þess að það felur í sér þöggun og listir hafa gildi í sjálfu sér og þær þurfa að vera óháðar markaðsöfnum. Þetta er algjört grundvallaratriði og það gerum við ekki öðruvísi en með opinberu stuðningi. Það er bara svoleiðis. Við erum hlynnt listamannalaunum, við viljum efla þau, við teljum þau mjög góða fjárfestingu. Þetta eru eins og ég sagði náðan, einhver ódýrustu störf sem er hægt að skapa og þau eru mjög arðbær og þau fela í sér mikla hliðarverkun eða þessi aflitsstörf eins og alltaf sagt áliðnaðinn. En við viljum líka tryggja gegnsæi og fagmennsku í allri opinberu úthlutun fjármuna til menningarmála og ég held að verði þótt að við séum með faglegar og flottar nefndir að það finnst mér mjög mikilvægt og okkur að nefndamenn sitja ekki of lengi, það sé rótiröð, en þess að þetta eru auðvitað alltaf þótt að sé inn á faglegum forsendum, einhver spurning um smekk, einhver spurning um áherslur og stefnur. Við þurfum að gefa, það eykur breytina að rótira vel fólki til að velja. Takk. Já, þakka fyrir það og þá tekur síðast mál Hans Kristján þetta mál. Margir af mínum bestu vinnum eru myndlistamenn og ég hef umgengist þá frá því að ungu maður, yngri maður. Ég hef ekki kynnst fátækari stétt. Þetta er óskaplega erfitt. Það er erfitt að vera myndlistarmaður, listamaður, þannig að skáld, ljóðskáld og geta ekki haldið upp í fjölskyldu eða verið brauðvinningur. Annars stæði koma einhverja slettur inn á heimilið og örfáir gera það gott eftir kannski mörg ár. Ég hef kynnt mér og gert heimildarmyndir kjör listamanna í Bandaríkjunum og í Hollandi. Það merkilega er að það var Íslendingur, Sveinn Kristján Bjarnason, sem fæddist hér í Torfbæ á Skógarströnd, sem var aðal maðurinn í bandarískri myndlist á kreppaárunum og fór í gegnum þetta tímabil og styrkti þar listamenn sem höfðu ekki nokkra möguleika á því að selja sín listaverk og það var sett upp, þetta var hluti af New Deal Roosevelts The Federal Art Project og þessi saga hans er mjög merkileg og þetta kerfi sem hann setti upp og í gegnum þetta kerfið þar sem að styrkir komu mánaðarlega upp á $100 til listamannana spruttu menni eins og Jackson Pollock og fleiri sem gáttu lifað að sinni list. Hollendingar gerðu það sama hér fóru listamenn á 7. 7. áratugnum eins og Kristján og Sigurður og Hreinn og fleiri þar sem að ríkið tryggði þeim tekjur með því að afhenda listaverk og með ákveðnu tímabili og þeir gátu lifað á þessu. Þeir gátu ekki lifað á þessu með list á Íslandi. Og það eru mikið fleiri sem auðvitað flýja land. Sigrún Ólafsdóttir. En nú ætlum ég að fá að koma að, er ég búinn? Já. Ég þarf að skjóta einu inn. Já. Ég held að einhver besta og mesta kjarabót til listamanna og þá allra auðvitað. Og það er stefna okkar. Við ætlum að lækka verð á víni helming, 50%.
lækka verð á víni 50%. Þannig að listamennir, ég þekki engan listamann, það er að segja góðan listamann, sem hefur ekki notað léttvín og stundum sterkvín svona og það kemur þér á tekjum heimilana gríðarlega. Bara, þetta eru, eins og ég segi, sko, þessi síðasta til að þetta lykilatriði í þessu máli, en það sem eru kannski aðalega með, það sem ég vil aðeins að súmmera upp áður en ég hleypi orðinu yfir í almenna mælendaskrá, að í raun og veru það eru að segja að þessi svör, og það eru allir mjög jákvæð sem fyrr vilja auka í, við erum annars vegar með aukinn stuðning við þetta opinbera stofnanaskjól sem að markaður og annað getur búið undir og þar erum við myndlistarsjóð sem að menn vilja efla og menn vilja efla listamannalaun á misjöfnum forsendum en meðal annars til ungra listamanna og síðan hitt málið sem líka mjög áhugavert mér, það það að auka aðgengi listamanna að ýmiss konar nýsköpunar og samkeppnissjóðum á þess þó að mismuna þeim sérstaklega gagnvart öðrum. En það kom hérna svo hugmynd hér meðal annars frá aðilum að það ætti að auðvelda listamennum aðgang á þessu án þess að gera þá að skriffinsku búrókrötu. Þannig að þetta eru bæði atriði held ég sem séu myndlistamennum mikilvæg, efling á skjólinu sem þeir hafa og líka efling á því að þeir geti í raun og veru farið inn í þessa almennu styrki sem að stuðla nýsköpum og þeir í raun og veru vilja ekki gerast flestir vilja ekki fara í viðskiptamentu til að þurfa þess í raun og veru. Þannig að núna ætla ég að gefa okkar mælendaskrá fyrir spurningar og nú getið beðið orðið og þið getið komið fyrir spurnir til ákveðna aðila innan þessa pallborðs. Þannig að núna í raun og veru getið beint spurningu til einhverja ákveðna eða þið viljið frekar spurja ákveðna aðila heldur en allt pallborðið. Þið getið líka spurt pallborðið, þá getur pallborðið beðið orðið til að svara þeim spurningum. Gjörðu svo vel. Kolbrún beðið orðið, gjörðu svo vel. Þið getið annarkvæmt spurt spurningan og ég spurt þér áfram. Þakka ykkur fyrir komuna á þennan fund. Ég er með einfalda spurningu til allra nema fulltrúa núverandi stjórnarflokka því að við þekkjum þeirra sjónarmið í þessu máli sem við langar að spyrja um. Það varðar fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar. Hér hefur við talað um myndlistarsjóð og hönnunarsjóð, ég get líka nefnt útflutningssjóð íslenskrar tónlistar sem að allir eiga það sammerkt að vera hluti að 3 ára áætlun þeirra stjórnvalda sem nú sitja og heyra undir þessa fjárfestingaráætlun. Ég vil spyrja, hver eru ykkar áform að viðhalda þeim sjóðum sem er komið á í gegnum fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar? Svo erum við eina spurningu sérstaklega til Framsóknarflokksins. Ég vil fá að vita hvernig Vigdís Hauksdóttir sé fyrir sér að ívilnanirnar sem erlendir kvikmyndaframleiðendur fá á Íslandi, með því að þeir fá endurgreiddan virðisaukaskatt af þjónustu og aðfengu sem tilfellur hér á Íslandi meðan þeir eru að taka myndir, geti átt við á vettvangi myndlistefnunnar. Já, þá ætla ég að byrja kannski Vigdísi þar sem hún fikk beina spurningu að svara fyrst og síðan er orðið laust fyrir pallborðið að svara spurningum þeir allra heldur en VAF og S áframhald þessara sjóða. Já, ég er nú samt mest hrifin af því hver starfskostnaður listamann er hár fyrst að þarf að lækka vínifyrðu en ég er nú aðalega með sokkabuxnavandamál en hérna það er önnur saga. Varðandi spurninguna frá henni Kolbrún þá þakka ég fyrir hana. Sko, við skulum alveg átta okkur á því hvernig pólitíkin vinnur og ég fór það yfir það hérna í byrjun að náttúrulega ríkisstjórn sem er á lokadögum sínum á kjörtímabili getur náttúrulega ekki bundið komandi ríkisstjórnir næstu framtíðar ára á nokkurn hátt þó að fjárfestingaráætlun sé með þessum hætti og er til langra framtíðar. Þá náttúrulega kemur ný ríkisstjórn til með að endurskoða það allt og kollvarp og setja sínar hugmyndir á það. En ég er ekki þar með að segja að við ætlum að kollvarpa þeim sjóðum sem að hafa komið þarna fram í fjárfestingaráætluninni því að Framsóknarflokkur er mjög menningarlega sinnaður flokkur og kemur til með að skoða það eins og ég hef farið yfir og er með ýmsar nýjar hugmyndir akkurat inn á þessu sviði sem hafa ekki komið fram áður. Nú, úr því að vera að tala um hér endurgreiðslu hlutfall á virðisaukaskattum til erlendra kvikmyndagerðar, ég skal bara taka þá bara andstyggilegra dæmi því það er bannað að tala um skatta og fjárfestingar í dag eftir hrunið að ég skal þá koma með
annað svipa dæmi sem kannski passar betur við. Við skulum þá bara færa myndlistina yfir á þann stað sem að átti við hlutabréfakaup hér á árunum fyrir hrun, því að þá var veittur skattafsláttur fyrir það að einstaklingar keyptu hlutabréf í fyrirtækjum og þá voru þeir jafnframt að stuðla að uppbyggingu í atvinnulífinu. En mér finnst sko kvikmyndagerðar leiðin vera svona mildara því að það alltaf litið illum augum eftir hrunið og allt snýr að fjárfestingum og hlutabréfakaupum. Það sá skattafsláttur sem verður að tala að þetta sé ívilnandi fyrir aðila sem kaupa myndlist og biðja ykkur að taka þessa hugmynd opnum og örmum Kolbrún Þóru Greina og í pólitík. Já, og þá erum við vikið svara þessu og þá vil ég spyrja aðra flokka um afstöðu þeirra til þessara sjóða sem búið að stofna til fjárfestingaráætlunar og gjöra svo vel. Áslaug fyrst. Mér langar bara að koma framfæri þar ekkert í stefnunni okkar sem að segja hvernig við ætlum að taka þessu. Það liggur ekki fyrir í stefnu flokksins. En ég tek undir með Vigdísi, ég held að menn muni skoða þetta. Og þá get ég bara tala fyrir sjálf mig, ég auðvitað styð þessu. Já, Margrét? Já, með fjárfestingaráætlunina, ég er mjög hrifin á útgjaldahliðinni og hún rímar mjög vel við atvinnustefnu dögunar. Ég er hins vegar ekki hrifin að tekjuöflunarhliðinni, þar sem er gert ráð fyrir arðgreiðslum til ríkisins úr bönkunum og sölu á hlutum ríkisins úr bönkunum. Ég lít svo á að hagnaður bankana eftir hrun sé lánsfé. Það er skílan, þannig að ég myndi vilja skoða fjármáluna betur. Já, vilja fleiri trá sig þetta? Já, kannski rétt á bara að ef ég var rétt þá var þessi fjárfestingaráætlun sett í gang með frumkvæði Guðmundar Steingrímssonar, þingmanns Bjartar framtíðar og meirihluti síðan fékk meirihluta þings með sér í það og að sjálfsögðu styður við það heils hugar. Svöld, Friðrik? Já, við í Regnboganum erum líka sem styðjum þessa fjárfestingaráætlun. Það er ekki Vigdís sagði að ein ríkisstjórn gæti ekki bundið aðra ríkisstjórn, þá er það nú samt svo að við bara það núllast ekkert allt út á milli kjörtímabila sko. Þannig að við erum alltaf bundin af gjörðum síðustu ríkisstjórnar. Já, Mári? Við erum ekki með sérstaklega afstöðu varðandi þetta í stefnumská okkar en okkur nýst mjög vel á bara það sem hefur verið að gerast og ég tek undir með Margréti með varðandi tekjuöflunina að það þarf að búa henni betri farveg. Eitt svona til að koma inn á það sem Vigdís sagði, það er rétt að ein ríkisstjórn getur ekki bundið aðra með formlegum hætti en Alþingi getur það. Já, gjörðu svo vel. Var gerðin að svara? Viljið þið? Já, þið veit eftir að svara þessu máli. Gjörðu svo vel. Kannski bara að svo nefnd sem að ég er í hefur ekki fundað nema einu sinni og það var í gær og það var ályktað, ég tek undir margt sem hefur verið sagt hér en þið veit ekki á okkur tíma, en það var einróma samþykkt að við getum bætt kjör listamanna með því að lækka vínumverð enn einu sinni og hlustuðu nú alvarlega á þetta. Ég fann ofan í þetta í smáatriðum og ég myndi til dæmis segja því ég hlusta hér á stjórnmálamennina, ef að listamenn getur fengið sömu kjör og stjórnmálamenn, þá væri það búbót. En ég verð nú, eins og þið verðið að vera það að það er ekki, ég er nýkomin inn í þetta, ég get ekki talað um stefnu XL. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Það er einn spurning hérna, gjörðu svo vel. Takk fyrir komuna. Hæ, ég heiti Karina og er að vinna hérna á Nýlistan. Mín spurning er menningarstefnuna. Nú er hún bara nýútgefin og alveg bara glæný. En menningarstefnur hafa verið við lýði í öðrum Evrópulöndum mjög lengi. Hafið eitthvað kynnt ykkur hvernig það hefur komið út fyrir dæmis í Bretlandi? Hvernig það hefur komið niður á menningarlífið eða henni til hagsbótar menningarstefnur og setning þeirra og með áhrif á fjárlögum og annað. Þetta er bara svona til þess að mynda umhverfið í rauninni. Þetta er alveg spurning, er einhver með sem vil svara þessari spurningu, hvort að stjórnmálaflokkurinn þekki áhrif menningarstefnu í öðrum löndum? Það er spurningin, hvort að hún hefur verið til hagsbóta eða ekki. Spár, yfir orðið? Það er náttúrulega búið að vera ríkjandi niðurskurðarstefna í mjög mörgum Evrópulöndum undanfarin ár og Bretland er kannski sérstaklega slæmt hvað það varðar að það er búið að
skera niður nánast allar fjárveitingar til lista sem bara rosalega svona slæm afstæða þar. En það sem þú kannski sem alveg rétt að spyrja það til rosalega margir alþjóðlegir sjóðir fyrir listsköpun og menningarsköpun sem að Íslendingar hafa ekki verið að nýta jafn mikið og verið rétt á. Og sömuleiðis hafa verið kannski áður en að allt byrja að kreppa að í Evrópu mun meiri styrkveitingar frá ríki til listsköpunar heldur en hefur verið gerist á Íslandi. Þannig að það sem kannski vantar svolítið að gera það auðveldara fyrir fólk að finna út hvað til af styrkjum og hvað til af bara hvernig fólk getur fengið stuðning fyrir sína listir. Þannig að þetta rímar rosalega mikið við okkar svona gegnsæðistefnu. Það til alveg fullt upplýsingum þetta, en ef þið hafið einhvern tímann prófað að gera... Þess að stytta málið? Já, ef þið hafið einhvern tímann prófað að gera umsókn styrk, þá vitið alveg nákvæmlega hvað ég er að tala um. Það alveg fáránlega erfitt að finna út hvað til. Já, einmitt. Flott mál þetta rýma það sem við töluðum áðan og það var Áslaug og síðan Álfheiður byrjun og Orri. Já, helst í sig. Já, sko, ég þekki það að við erum akkurat núna í Reykjavíkurborg að reyna að búa til aðgerðaáætlun og mælanleg markmið við þá stefnu sem við sömdum fyrir nokkrum árum síðan. Síðan Gerla situr hérna, við sátum hana daga og nótt þegar koma þessu saman. En við auðvitað höfum verið að reyna að skoða það og ég tek undir með smála. Það bara svolítið erfitt að finna þessu upplýsingar. Það erfitt að átta sig á því og við áttum okkur líka á því. Við höfum beðið til dæmis upplýsingar hérna frá Hagstofunni og frá allavega Hagstofan og fleiri aðilum og það upplýsingar sem við vildum helst fá, það ekki til. Þannig að við erum svona, listirnar á miklu meira frumstigi heldur til dæmis við erum komin með ferðaþjónustuna. Fyrir nokkrum árum síðan mæltum við ekki neitt þar. Leið og mælingar hófust, hófum að safna upplýsingar skipulega